eins og Árni Gunnarsson, formaður 60 plus frá 2009, sagði, það komin tími til að við eldri borgarar eða félagar í 60 plus í Samfylkingunni hættum að vera skrautfjöður á fundum flokksins og að við höfum málstað að verja og að við tökum virkan þátt í málefnastarfi og mótun áherslna innan Samfylkingarinnar vegna þess að á því full þörf. Þrátt fyrir að Samfylkingin sé jafnaðarmannaflokkur og vinni stöðugt að málefnum til jöfnunar, þá greinilegt að það verður hver að halda á sínum málum og erum við svo sem ekkert of góð til þess. Það hreint með ólíkindum sú þjónustunum sem það ríkir. Ástæða þess að stofnað var félagsskapurinn 60 plus innan Samfylkingarinnar, en það var gert á landsfundi árið 2003. Það var vegna þess að þá var álitið að málefni eldri borgara fengju kannski ekki næga umfjöllun innan félagsskapar, innan Samfylkingarinnar. Hún var náttúrulega nýstofnuð og margt í gerjun og þetta var eitt af því sem var tekin ákvörðun að halda sérstaklega. Og við það að það séu deildir starfandi innan svæðisfélagana, þá verður það vettvangur fyrir eldra fólk. Það kannski fæstir rúmlega 60 en eftir sem fólk verður eldra, þá mætir það frekar í þennan hóp til að ræða sín mál og einnig til að hafa kannski vettvang til að geta tekið virkan þátt í stjórnmálabaráttunni með því að hafa sína deild og sitt svæði. Ég sé í rauninni ekkert því til fyrirstöðu að við vinnum svona í hinum ýmsu minni hópum og minni áhersluhópum, að ég sé ekkert því til fyrirstöðu að við störfum þannig, það ekki verið að tala mismunun eða að draga fólki í dilka, heldur frekar að gefa fólki tækifæri á að koma á þá staði þar sem að það finnur sig heima.